Þá það 7. dagskrárliður fjármálaáætlun fyrir árin 2018–2022. Umræða fjármálaáætlun. Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Þá eru framsóknarmenn búnir með kvótann. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum hér komin í bæjarstjórn til þess að ræða fjármálaáætlun 2018–2022 sem að hefur lögð fram sem þingsályktun frá ríkisstjórninni, og eins og menn hafa orðið var við, hafa orðið miklar umræður hana í þjóðfélaginu og sitt sýnist hverjum þessa ágætu fjármálaáætlun. Það kannski aðeins bara í upphafi ástæða til að nefna það að það mikilvægt að þessi vinna skuli verið komin af stað. Það að segja, þetta í annað skipti sem að fjármálaáætlun lögð fram og fjármálaáætlun sem að lögð fram á síðasta ári, og ef maður ber hana saman við þá áætlun sem að hér er lögð fram eða er lögð fram á þessu ári, að þá höfum menn mikið lært. Þetta er nú einhvern veginn þannig að menn að fara í fyrsta skipti af stað með slík áætlun þar sem að þarf að huga næstu 5 árum í útgjöldum ríkisins og að mörgu að hyggja og ýmsir sem að hafa gagnrýnt þessa ágætu áætlun sem að mörgu leyti er eðlilegt vegna þess að það er ýmislegt sem að ekki er tekið tillit til þegar verið að skoða hlutina til lengri tíma. Það eru ákveðnir hlutir sem eru áætlaðir í öðrum málaflokkum og menn er að velta fyrir sér, búin að leggja fram frumvörp og svo framvegis sem að tengjast að sjálfsögðu fjárútlátum. Það virðist stundum ekki eins og það sé gert ráð fyrir því í fjármálaáætlunni og svona stangast stundum á. Einhvers síður er það að það voru, það er búin að leggja þetta fram og í dag er þetta 363 síður sem að þingmenn er að fara í gegnum og ég verður að segja eins og er að ég er búin að lesa hluta af þessu og þetta er afskaplega flókið og viðamikið plagg og svona menn þurfa pínu til að setjast í stellinga bara til að átta sig á þessu heildarpakka. Og það er eins og hefur komið í ljós, þá eru menn bara alls ekkert búin að ná svona kannski tökum á þessu og hefur komið fram í málum ráðherra að þetta sé nú, menn verða að virða það að þetta séu fyrstu skref og eðlilegt að menn þurfi svona aðeins að slípa þetta til. En hvað það voru Alþingi sendu út 150 umsagnarbeiðnir fjármálaáætlunina og það hafa borist þegar 120 umsagnir. Akureyrarbær hefur ekki sett frá sér umsögn þetta mál. Eyþing fyrir hönd sveitarfélaga á Norður- og Austurlandi, eða sett á starfsvæði, það að segja Eyjafjarðar og Þingeyjarsýslu. Ég fór með öðrum fulltrúa á fund fjárlaganefndar og við ræddum þessa fjármálaáætlun og höfum í kjölfarið sendt minnisblað til nefndarinnar, svo að þeir mættu styðjast við í sinni vinnu. Það er líka svolítið athyglisvert að hér er verið að leggja fram fjármálaáætlun fyrir næstu 5 ár og þá má segja kannski að koma fram á fundi með nefndinni að þá eru menn svona að festa niður árið 2018 með þeim fjárútlátum sem koma fram í fjármálaáætlun og ríkisstjórn og ráðherrar eru þá bundnir svolítið við áætlunina fyrir árið 2018 og það er náttúrulega kannski eitthvað sem að menn eru að læra inn á þessi vinnubrögð. Við erum þá náttúrulega og þurfum ég held að þetta sé mikilvægt fyrir bæjarstjórn og sveitarstjórnarstigið að læra inn á hvernig á að takast á þessa fjármálaáætlun. Hún er lögð fram á vori og þá er verið að leggja fram fyrir 5 ára áætlun og kannski verið að festa árið 2018 vegna þess að þetta er náttúrulega alltaf endurskoðað árlega, en ég held að það sé mikilvægt að menn átti sig og sveitarfélög reyni að koma sínum sjónarmiðum að á einhverju tímapunkti. Og þannig að hvort sem menn gera það við fjármálaáætlun sem við erum ekki að gera núna eða hvort að menn reyni að senda þá greinargerðir til ráðherra í kjölfar þessar fjármálaáætlunar og til þá þingmanna, en að koma því sem að brennur á okkur til skila er mjög mikilvægt að mínu mati og kom fram í máli nefndarmanna á þessum fundi sem ég átti með þeim í síðustu viku. Og það er svona þannig nýja formið að þeir fjárlaganefnd gerir ekki ráð fyrir því að taka fyrir einstaka sveitarfélög, að það er svona menn eru samt að fóta sig áfram, en það var svona eins og menn reiknuðu ekki sérstaklega með því að það er tekin öll sveitarfélög inn á fund nefndarinnar
En það eitthvað sem áttur að koma í ljós og væntanlega geta einstaklega sveitarfélög að mál eru brýn að beðið fund með fjárlaganefnd. En fjárlaganefnd væntanlega gerir þá ekki miklar breytingar á árinu 2018 en getur þá hugsanlega horft til lengri tíma. Þannig að þetta er svona nýr veruleiki sem við eigum að glíma við og kemur svona svolítið meira inn á það að sjálfsákvörðun, ekki sjálfsákvörðun, ákvörðunarvald ráðherra verður væntanlega meira eftir því sem að menn hafa samþykkt fjármálaáætlunina. En það sem við höfum náttúrulega eins og hér á þessu svæði að þá náttúrulega höfum við lagt áherslu á og ég meina ég aðeins horfið á þetta með augum Eyþings að þá náttúrulega höfum við lagt mikla áherslu á það að menn séu að tryggja hér fjármuni í framkvæmdir, sérstaklega það sem snýr að ferðaþjónustu og samgöngum og við höfum talað fyrir bæði Dettifossvegi og ekki síst flughlaðinu hér á Akureyrarflugvelli. Það er í rauninni þannig að því miður ekki gert ráð fyrir fjármunum í flughlaðið og Dettifossvegur er ekki fjármagnar að fullu og þetta er eitthvað sem við þurfum að ýta á að það er verið að fara þó var bætt í fjármunum vegna Dettifossvegar árinu 2017 og menn þurfa bara að ýta áfram að þessi vegagerð klárist en ekki síður er mikilvægt fyrir okkur að fá fjármagn í flughlaðið og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að ýta verulega á hvar í flokki sem við stöndum vegna þess að þetta er orðið svona meiri kannski svona vinna sem við þurfum að leggja í að ýta á þingmenn, ýta á ráðherra og vera lobbyistast, svo maður segir þá í góðri íslensku, til þess að koma hlutum áfram. Við höfum alltaf líka lagt áherslu á það og það sem við kannski, ég kom inn á með fjárlaganefnd, bara svo ég segi hvernig ég upplifði þetta, við höfum talað samgöngunar hérna út á landi og það er mikið rætt í þessari ágætu fjármálaáætlun að koma í veg fyrir þenslu, menn megi ekki byggja mikið upp. Það sé varhugavert upp á þensluna að gera en við höfum á sama skapi bent á það að það sé nú ekki ýkja mikil þenslan sé mestu leyti á höfuðborgarsvæðinu. Vissulega er góður gangur víða um land en þenslan er fyrst og fremst á þessu höfuðborgarsvæði og því sé lag fyrir stjórnvöld að beina framkvæmdu sínum út á land í meira mæli og við bentum akkurat á þennan Dettifossveg og flughlaði sem svona gott dæmi það að þar væri framkvæmdi sem að myndu svona kannski ekki beint ógna markmiðum ríkisstjórnarinnar að halda verðbólgu og þenslu í skefjum. Eitt af því sem við höfum alltaf haft miklar áhyggjur af líka í okkar störfum bæði Akureyringar og Eyþingsfulltrúar, það eru samgöngunar, það er að segja strætósamgöngur sem að Eyþing tók að sér í samstarfi við Vegagerðina og ríkið og þar hefur skort verulega fjármagn til og ég hef sagði það á þessum fundi að við munum kljúa okkur út úr, eða ekki kljúa okkur, það er ljóst að þetta verði ekki rekið áfram óbreyttu, það er að segja strætósamgöngu, það vanti verulega fjármagn en það er ekki gert ráð fyrir því í fjármálaáætlun. Við náttúrulega lögðum mikla áherslu á og það sem við þurfum að leggja alltaf áherslu á í hvert skipti sem við hittum ráðamenn og þingmenn, það eru orkumálin og þar í rauninni eru hlutinir bara í alls ekki nógu góðu standi hérna hjá okkur á Norðausturlandi og við þurfum að hvert skipti sem við hittum ráðamenn að minna á það að hversu mikilvægt það er að koma þessum málum í einhvern farveg. Ég sagði nú bara sér svona hef sagt það að við eigum erfitt með að koma nokkur atvinnustarfsemi hér í þessum á Eyjafjarðarsvæðinu nema til komi betri flutningur á rafmagni. Stóra máli líka sem við höfum verið að ræða og er ástæða til þess að ræða í tengslum við fjármálaáætlun og það er eitt sem maður hefur áhyggjur af, það eru sem sagt fjárframlög til háskóla. Háskólinn á Akureyri hefur verið afskaplega mikilvægur fyrir okkur í þessu samfélagi hérna og við þurfum að hvar sem við komum að leggja áherslu á það að menn tryggi fjármagn til Háskólans á Akureyri. Þetta hefur skipt alveg gríðarlegu máli bæði fyrir okkur sem sveitarfélag og ekki síður fyrir landsbyggðina. Og þar kemur ýmislegt til, ég meina það má ekki gleyma heldur því að við erum líka með framhaldsskóla sem eru sveltir á fjármagni, þannig að þetta helst allt í hendur. En við lögðum líka áherslu á það að varðandi háskólana að menn yrðu að fara að skoða það að koma upp einhvers konar tækninámi og tengja það við þá ágætu kennslu sem fer fram í verkmenntaskólanum hér á Akureyri. Heilbrigðismálin er eitt af því sem hefur líka verið fyrir okkur Akureyringa mikilvægt og Norðlendinga alla og það er legudeild við sjúkrahúsið á Akureyri. Það er ánægjulegt að fjármálaáætlunin gerir ráð fyrir að það verði gerð þarfagreining vegna legudeildar á sjúkrahúsinu á Akureyri en við þurfum að leggja áherslu á það
að það ekki bara þarfagreining sem við þurfum líka bara framkvæmdir og við erum alveg samfærum að það sé þörf fyrir þessa leigudeild og það er mikilvægt að henni verið hraðað. Málum sem skipta sveitarfélög líka máli er tryggingagjaldið. Það er eitt af því sem að er mikilvægt að hafa í huga. Það er ekki gert, það er talað að lækka tryggingagjald það er áform það, en hins vegar í fjármálaáætluninni, en hins vegar er það ekki raungert í tölum og það er bara mikilvægt að menn átti sig á því að tryggingagjaldið var sett að hækka á sínum tíma vegna aukinna skuldbindinga vegna atvinnuleysisbóta, en það hefur náttúrulega dregið verulega atvinnuleysi og það er mikilvægt þá að sveitarfélög sem eru stórir launagreiðendur, þetta munar öll sveitarfélög og munar okkur miklu þessi auknu álögur vegna tryggingagjalds. En svo má líka velta það fyrir sér og Reykjavíkurborg meðal annars bent á það að ef að menn ætla að halda óbreyttu tryggingagjaldi og á sama tíma ætla menn að draga úr rétti til atvinnuleysisbóta úr 30 mánuðum í 24, að þá sé kannski spurning hvort að ríkið eða sveitarfélög ætti ekki að fá hluta af tryggingagjaldinu hreinlega til þess að mæta auknum kostnaði vegna fjárhagsaðstoðar. Við náttúrulega og alls það sem við höfum líka rætt við ráðamenn og það gerðum við líka á þessum fundi og kemur fram í greinargerð Eyþings sem við lagðum fram er það að það er náttúrulega daggjöldin og málefni aldraðra og hjúkrunarheimilin. Þetta er orðið stór mál og mikilvægt að fjármagn í þessa þjónustu verði tryggt. Það er ekki gert ráð fyrir því í fjármálaáætlun og áhyggjuefni að hvernig menn eru að horfa á þennan lið. Man sé það er sífellt stækkandi þörf fyrir þjónustu við aldraða og það er ekki sjáanlegt að fjármálaáætlunin geri neina sérstakar ráðstafanir til þess að mæta því, en auðvitað er það þannig að í öllu þessu pakklagi, maður getur sagt ýmislegt og svo reyna menn að koma rök á móti að er ýmislegt í þessu sem er þó óljóst og erfitt að henda reiður á og því að menn hafa kannski rekist á það í þessari umræðu allri að meðal annars virðast menn misskilja og skilja á mjög misvísandi hátt hvernig þessum málum er háttað í fjármálaáætluninni. Ég vil kannski benda bæjarfulltrúum á og kannski einhvern sem að hlusta á þessar fjöllugu umræður okkar fjármálaáætlunina að það eru 120 umsagnir komnar fjármálaáætlunina og það eru náttúrulega kannski, myndi kannski að rekna með að ríflega helminguna því kemur frá ferðaþjónustunni sem snýr þá að aukningu og hækkun á virðisaukaskatti sem er náttúrulega eitt mál sem að kannski snertir okkur og maður veit ekki alveg nákvæmlega hver áhrifin verða en maður óttast hins vegar og við hefum komið fram við fjárlaganefnd að maður óttast að það geti hugsanlega dregið úr ferðatíðni út á landsbyggðina með fólk komið þá og verði skemur á meðan að eingöngu flogið inn á Keflavík en það er náttúrulega kannski eitthvað sem við verðum að fara að horfa til og það er það sem við verðum alls að leggja áherslu á að mann komi hér á reglubundnu millilandaflugi til Akureyrar að þá náttúrulega breytist þetta fljótt fyrir okkar svæði og þá erum við ekki bara að tala Akureyri heldur Norðurland, Eystri, allt saman. Af því að tala að umsagnir hefur borist frá 120 aðilum þá eru 2 lykilumsagnir sem að ég tel að bæjarfulltrúar eigi að kynna sér. Það er annars vegar umsögn frá Reykjavíkurborg sem er mjög viðamikið frá fjársýslusviði þar og hins vegar er það frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Ég átti nú tal við forsvarsmenn sambandsins og þeir auðvitað er þetta skammur tími, þetta er viðamikið plagg og skammur tími til að koma með athugasemdir, var gert ráð fyrir að menn ættu að vera búin að skila fyrir 27. apríl og það er eitthvað líka sem ég tel að menn verða að læra að menn þurfa að gefa sér aðeins lengri tíma í þetta er svona dæmigert fyrir það sem að mér finnst vera áberandi fyrir störf þingsins er það að menn oft á tíðum gefa sér ekki nægan tíma til þess að skoða málin og velta við þeim steinum sem að þarf að velta. En hvað það sem að athyglisvert í rauninni í fjármálaáætluninni og Reykjavíkurborg bendir á, aðeins kannski inn frá því að það er í rauninni ekki gert ráð fyrir því og það er einnig gert ráð fyrir því að sveitarfélög það er ekki gert ráð fyrir í rauninni þeim þrýstingi sem er á kostnað hjá sveitarfélögum, skulum segja. Það hafa náttúrulega framkvæmdir víða hafa verið í svona, og þá er þetta kannski ekki á þetta kannski ekki við okkur Akureyringa sem betur verið hefur kannski framkvæmdin hjá okkur haugjarnum tína hafi verið þannig að við erum nokkuð góðum málum en það víða er raunverulegur þrýstingur á framkvæmdir og fjárfestingar og það er kannski
erfitt og þetta hefur kannski ekki verið nógu mikið samráð við sveitarfélagina því að þessi fjármálaáætlun sko fjármálaáætlun hins opinbera, það er að segja ríkisins og sveitarfélaga og þeir eru að gefa sér þarna stærðir sem hefði kannski mátt skoða betur og í kjölinn. Það er líka athyglisvert að Reykjavíkurborg gerir athugasemd við og eitthvað sem við þurfum að taka upp hjá okkur og það er málaflokkurinn fatlað fólk sem er í rauninni þannig að hann er undir fjármagnaður. Reykjavíkurborg segir það í sinni umsögn að þetta sé að vanti fjármunin í þetta og raunlegu að fjárveitingar séu bara ekkert í samræmi við þær þjónustu kröfur sem að settar hafa verið og raunverulega kostnað sem þarf að veita vegna þessara þjónustu og þetta er eitthvað sem að barátta sem við þurfum að fylgjast vel með. Ég var að ræða við fjármálastjóra í dag þannig að ég var að skoða sambandið yfirlit og Reykjavíkurborg leggur fram í sinni umsögn. Þar hallar líka á okkur en hins vegar þó að síðast ár hafi komið nokkuð betur út vegna þess að við vorum þá að fá leiðréttingar aftur í tíman vegna öryggisvistunar og fleira þannig að þetta svona kannski kemur í en hins vegar er það engu að síður þannig að það er uppsafnaður halli frá því að málaflokkurinn var fluttur yfir árið 2011 það er eitthvað sem að við þurfum að leggjast ofan í og starfsfólk er náttúrulega að fylgjast með en er mikilvægt að við bara greinum og séum meðvituð að þetta er kostnaður sem að ríkinu ber að greiða. Reykjavíkurborg vekur líka athygli og það er eitthvað sem við þurfum líka að hafa í huga hér á Akureyri, það er þessi notendastýrða persónulega aðstoð. Það er verið að leggja fram frumvarp að auka þar í þjónustuna og þar í rauninni verður bara hreinlega að koma til auki framlag frá ríkinu ef við að standa undir þessum þætti. Og þeir taka undir með umsögn sambandsins í því efnum og þannig að sambandi hefur líka bent á þennan lið að það er mikilvægt að þetta er akkurat það sem við kannski höfum alltaf, þetta er eilíðar umræðan þess vegna kannski er mikilvægt fyrir okkur ekki kannski og segi núna það er ekki önnur sveitarfélög að senda þessar athugasemdir. Ég held að eigi að vera mikilvægt fyrir okkur að við setjum upp einhver áætlun það að senda inn umsagnir við fjármálaáætlun í framtíð. Það sem brennur á okkur og við teljum að eigum að fá bætt og ekki síst er það á það við málaflokkin aldraðra, málaflokkin varðandi dvalargjöld og daggjöld og rekstur hjúkrunarheimila að þar í rauninni er hluti sem að Reykjavíkurborg bendir á og vill láta lagfæra en mér sýnist nú samt sem áður þegar maður horfir á tölurnar hjá þeim að þeir séu að tala mun lægri tölur heldur en við í þessu sambandi. En síðan er kannski athyglisvert í rauninni að sjá tölurnar í varðandi málefni fatlaðs fólks hversu stórt hlutfall okkar er. Gunnar bæjarfulltrúi bent á það hér á síðasta fundi að við varum að borga 26 til 27 og jafnvel 28% af okkar skatttekjum færu í málaflokki í velferðarmál fyrirgeði og bara þegar maður horfir á málefni fatlaðs fólks þá er hlutfall okkar svona 25% af útgjöldum Reykjavíkurborgar á ári sem er náttúrulega dálítið hátt með við íbúa fjölda sem er þannig að maður átt að sjá því þegar maður fyrir að skoða þetta hversu stórt okkar umönnunarkerfi á þessum málaflokki er. Þannig að það er svona eitthvað sem vakti athygli mín þegar ég fór að skoða þessar tölur. Ég veið nú einu annað en það er sem sagt í rauninni ef maður horfir aðeins á þetta lengur þá er líka hlutir eins og nú á að fara að setja í lög að breytist næstu ári samkvæmt frumvarpi að lögbundna frístundaþjónustu vegna fatlaðra nemenda sem að lendi þá á sveitarfélaginu og það er mikilvægt að menn átti sig á því hvernig það kemur til að virka hjá okkur og hvort að það tryggt verið fjármagn til þessar framkvæmda frá ríkinu eða þessar viðbótar fyrirgefið. Þannig að þetta er svona úr einu í annað og mér fannst kannski ástæða til þess að benda ykkur á þessar athugasemdir Reykjavíkurborgar af því að það er eitthvað mjög vel við okkur í öllum tilfellum og eitt af því sem þeir hafa bent á og við höfum svo talað og hefur verið talað á sambandsþingum og allsstaðar og eitthvað sem verður að fara að breyta að það er innheimtu þóknun útsvars, það er ekki stórar fjárhæðir en einhvað síður
þá það þannig að það er 0,5% innheimtuþóknun og þetta hefur verið óbreytt frá því að hámarksútsvar var 7,5%, þannig að, og nú það orðið 14,52%, þannig að þetta náttúrulega orðið næstu í tvöföldun á þóknun sem að ríki að taka inn vegna útsvarsins, og þetta eitthvað sem að við höfum svo sem verið að benda á og þurfum bara að ítrekka áfram við þingmenn og fjárlaganefnd og alla að þetta óásættanlegt að þessi fjármuni sem að sveitarfélög að borga til þess að reka skattkerfi sem að já, og í rauninni má segja búið að tvöfalda framlagið í sko prósentum frá því að þetta var sett á upphaflega. Ég var búinn að ræða hér áður tryggingagjaldið og mikilvægi þess að við fáum það leiðrétt, en þetta svona þessi helstu punktar sem ég held að sé gott fyrir okkur bæjarfulltrúa og bara fólk að gera sér grein fyrir. Það eru ýmsir þættir í þessu sem snerta sveitarfélögin, eða mjög margir, sem ég segja ýmsir, það mjög margir, og í umsögn sambandsins þá farið inn á mjög vítt inn á stóra og mikla þættir sem snerta sveitarfélögin og sjálfsagt fyrir bæjarfulltrúa að kynna sér það líka. En ég held líka að þetta sé, að því við höfum nú hér í bæjarstjórn verið að bæta vinnubrögð okkar og ætlum okkur að gera bragarbót á við varðandi til að mynda fjárhagsáætlun og erum að vinna í því að skoða hvernig við getum sett fram upplýsingarna með betri hætti heldur en hefur verið og ég held að ef að menn svona til framtíðar fylgjast vel með þessu fjármálaáætlunum og leggja sig fram að skoða þar sem þar kemur fram og svona átta sig á hvernig þetta unnið, að þá held ég að þetta sé mjög gott gagn fyrir okkur sveitarstjórnarfólk til þess að fylgjast betur með og gott gagn líka til þess í rauninni að undirbyggja okkar vinnu varðandi það sem við ætlum að sækja til ríkisins eða í rauninni það sem við teljum okkur að ríkið eigi að koma til móts við okkur. Þannig að við séum hérna með plagg sem að vísu upp á 362 síður eða 3 síður, dálítið viðamikið, en engu að síður þá það plagg sem að getur nýst okkur þegar að framleiða stundir varðandi bara þessa eilífu baráttu ríkis og sveitarfélaga tekjuskiptingu, hver á að greiða hvað. Það eitthvað sem að verður örugglega barátta framtíðarinnar áfram, en engu að síður þá held ég að þá séum við komið með handrit sem að getur nýst okkur betur til þess að halda leiknum áfram. Takk fyrir. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já. Við erum hér að ræða fjármálaáætlun ríkisins 2018-2022. Það er náttúrulega hægt að segja margt þetta plagg í sjálfu sér, en eins og það liggur fyrir núna þá held ég að það liggi nokkuð ljóst fyrir að þetta skjal í vinnslu. Þetta skjal sem unnið inn í ráðuneyti, síðan lagt fram og á eftir að taka sjálfsagt töluverðum breytingum. Og svo má ekki gleyma því að þó að komi fram fjármálaáætlun að þá ekki ólíklegt að slík áætlun taki síðan breytingum við gerð fjárlaga á hverju ári. Þannig að við erum svona að tala kannski einhvers konar grind í kringum þessa vinnu og ég held að það sé bara mjög æskilegt og nauðsynlegt að útbúa slíka grind, slíka ramma, setja sér ákveðin markmið og reyna að ná þeim. Svo geta menn náttúrulega verið ósammála þær forsendur sem eru lagðar til grundvallar og þá forgangsröðun sem þarna kemur fram. Það eitthvað sem þarf bara að taka á. Ég get svo sem tekið undir flesta því sem að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom hér inn á. Hann tíndi til í raun öll þau verkefni sem við þurfum að hafa í huga í samskiptum við ríkið. Og í sjálfu sér ekkert meira en það að segja annað en það. Ég held að við þurfum í raun að vera betur á verði og vera í raun og veru viðbragðssneggri í því að bregðast við svona málum þegar þau koma upp. Og ég algjörlega sammála því að við eigum að skoða til dæmis málefni fatlaðra og félagsþjónustunni í heild með tilliti þess hvað við erum að gera og hvort við erum í raun
að sinna þjónustu sem ríkið á að einhverju leyti að koma að. En mér langar aðeins til að nefna í þessu sambandi að það var skrifað undir samkomulag ríkis og sveitarfélaga afkomumarkmið þann 7. apríl síðastliðinn og í ljósi þeirra þá líka samkomulag þær áherslur og þau áhersluverkefni sem meiningin að fara í á þessu tímabili 2018 til 2022. Reyndar þetta samkomulag gert til 1 árs, en það vekur svona athygli mína að þarna hefur verið að gera í raun og veru eða setja sveitarfélögin sem heild inn í ákveðin ramma. Þau öll að skila í heild afgangi á þessu og næsta og öll árin í sjálfu sér, eða 2018 til 2022, sem nemur 0,1 til 0,2% af vergri landsframleiðslu. Og maður svona veltir fyrir sig þegar svona markmið eru sett fram að þetta á við heildina, en þetta á samt ekki að skerða sjálfstæði einstakra sveitarfélaga. Mér finnst í sjálfu sér eðlilegt að við setjum svona markmið vegna þess að við eigum að gæta að okkur í rekstri. En ég svona velti í fyrir hvernig þetta fullyrða það að þetta hafi ekki áhrif á sjálfstæði sveitarfélagana vegna þess að það hlýtur að vera svona ákveðin þrýstingur á sveitarfélagið þá að reyna að koma sér inn í þennan ramma sem þarna er settur. Bæði hvað varðar skuldahlutfall og rekstrarafgang á A-hlutann. Það er líka sett inn ákveðin viðmiðun þróun launakostnaðar sem á ekki vera meira en 1,5% umfram vöxt kaupmáttar. Og þá að gera þetta á að vera sjálfbært, sagt er, og rekstur sveitarfélaganna á í sjálfu sér að vera sjálfbært en skilningi skuldi þeirra sem hlutfall af vergri landsframleiðslu lækki. Þetta eru náttúrulega skilaboð til sveitarstjórnarmanna sem þeir verða þá að taka mið af, bara sem dæmi. Og það sem að mér finnst líka athyglisvert í þessu samkomulagi, það er í raun og veru áherslunar á þau sameiginlegu verkefni sem eru sett hérna. Í fyrsta lagi talaði áætlanagerð, það er að bæta gögnum afkomu og áætlanir sem mynda forsendu fjármálastefnu og fjármálaáætlunar og hefur þá áhrif á sveitarstjórnina líka. Við hljótum þá að vera að fara í þá vinnu að búa okkur til ákveðin gagnabanka sem er bara sem er mjög jákvætt í sjálfu sér. Það á að endurskoða fjármálareglu sveitarstjórnarlaga sem dæmi. Það þarf náttúrulega að skoða það hvernig horft er til skuldahlutfallins og hvernig það er reiknað, því að lífeyrisskuldbindingar eru til dæmis ekki teknar með í þessu viðmiði sem að sambandi er að ganga út frá og reyndar fleiri þættir. Þá endurskoða regluverk jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og það er miðað við þessi stendur í samkomulaginu, þá er ekki annað að sjá en að menn séu svona beint og óbeint að stefna að því að ýta undir sameiningu sveitarfélaga sem ég reynda bara til í ákvæmt. Svo ég komi nú því að. Það er fjallað hérna niðurstöðu verkefnisstjórnar stöðu og framtíð íslenskra sveitarfélaga sem á að liggja fyrir á að mig minni þessu ári, þannig að það verði þá komið þá fram einhverjar hugmyndur aðgerðir og markmið. Og það sem að ég ætlaði nú nefna hérna líka og kannski kemur inn á þetta með málefni fatlaðra og málefni aldraðra. Það er þetta að sameiginleg aðgerðaráætlun verði gerð vegna svokallara grárra svæða í þjónustu ríkis og sveitarfélaga þar sem þjónustu svið þeirra skarast. Þetta er raun og veru mjög mikilvægt vegna þess að þið bara tekið sinn dæmi úr skólaþjónustu. Að sálfræðingar eru til dæmis að vinna fyrst og fremst að greiningum á kostnað sveitarfélaga. Ef að viðtöl verða fleiri en 4-5 og þar fram úr, þá erum við raun komin í meðferð. Þá erum við komin inn á ríkið. Og ríkið á í raun að vera standandi þeim kostnaði sem að því hlýst. En þetta er í sjálfu sér ekki hægt. Það er ekki hægt að sinna þessu vegna þess að það vantar þá sálfræðinga á heilsugæslustöðvarnar til að sinna þessu verkefni. Og þess vegna sitjum við í raun sveitarfélögum uppi með það.
Bara svona eitt lítið dæmi. Þarna erum við líka að tala um öldrunarmálin, við erum að tala um fötlunarmálin, málefni fatlaðra og ég get alveg tekið undir áhyggjur bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins af þessar NPA þjónustu eða eflingu hennar ef við erum ekki að fá raunkostnað með þessu frá ríkinu sem ég reyndar ekkert alltaf bjartsýnn því miður. En ég get líka tekið undir það að það sé bara ástæða til þess að horfa eins á landið sem ólík svæði með ólíka þarfir með ólíka stöðu. Ég var aðeins að taka saman að því ferðaþjónustan er vaxandi atvinnugrein og helsti vöxturinn liggur þar. Hann hefur verið gríðarlegur á Suðurlandi og Suðvesturhorninu. Hann hefur reynda verið mikill hér líka og sem dæmi þá tók ég hérna gistinætur á hótelum sem eru rekin allt árið og á milli árana 2015, janúar til mars, þá er aukningin í gistinóttum 49% á milli árana 2015 og 16, sem er veruleg fjölgun. En á milli árana 2016 og 17 erum við að horfa á 9% fjölgun á Norðurlandi. Þannig að það er alveg augljóst ef að þessar tölur ganga eftir þessum eftirlifi árs, þá erum við að tala að þessar forsendur sem menn hafi gefið sér fjölgun, það er allavega ekki að ná fram að ganga hér á þessu svæði. Þannig að ég verð svona aðeins að taka undir raun og veru þær áhyggjur sem að sumir þingmenn hafa sett fram gagnvart þessari breytingu á virðisaukaskattinum og þá gagnvart þessum ferðaþjónustu fyrirtækjum sem eru út á landi. Ég held að það mál þurfa að skoða miklu betur áður en það verður keyrt í gegn og það er náttúrulega hluti af þessari stefnu sem hér hefur komið fram. Ég ætla að láta þetta duga í bili. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason í lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get tekið undir allt það sem hefur komið fram hér á bæði bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni og Guðmundi Baldvini. Þetta er mjög þörf vinna og við eigum að hugsa lengra. En maður velti samt fyrir sér þessu samstarfi og þessari samvinnu þessara tveggja rekstraraðila, annars vegar sveitarfélaga og ríkisins. Ef þetta væru tvö einkafyrirtæki og Akureyri væri undirverktaki og hann væri alltaf að horfa upp á það að hann fengi ekki rétt greitt fyrir þau verkefni sem hann var að vinna, af hverju ætti hann að halda áfram á óska eftir fleiri verkefni? Ef einhver bæjarfulltrúi hérna getur bent mér á það verkefni sem við fáum rétt greitt með frá ríkinu, þá vildi ég gjarna heyra því. Þegar ég man ekki eftir því. Þetta er bara með ólíkindum. Við horfum á þetta ár eftir ár eftir ár og þá bara segja ný verkefni og þetta og þetta. Ég er svo sannarlega sammála því að verkefni eiga að vera í heimabyggð. Það er fullt af kostum við það, en þetta gengur samt ekki upp. Allavega, ég hef þó misskilið eitthvað þessar umræður sem átt sér staðið hérna í gegnum árin varðandi þessi mál. Það virðist ekki vera eitt einasta verkefni sem að kemur út og við fáum raungreiðslu fyrir. Það getur vel verið að, það hefur stundum verið í ákveðnum fyrirtækjum þá hefur stundum snúist að búa til nægilega mikla veldu. Vera með nú mikið af peningum sem fari í gegnum sig. En skynsemin í því er ekkert alltaf rosaleg, En það er, mér finnst allavega, ég skal viðurkenna það hér, ég er örugglega einn af þeim 11 hér inni sem örugglega svo eini sem las ekki þessi 400 blaðsíður.
En allavega það sem ég las út úr þessu að þetta rosalega þunnt sumt að þessu. Samstarf sveitarfélaga, það bara svona, með leyfi forseta og beðst einhvern aðra afsökun á þessu, það bara svona Trump-blað, sko. Það bara einhverjir punktar. Það ekkert verið að tala hvernig þetta á að vinnast í framtíðinni. Ég fór aðeins yfir umsögnu tillögur þingsályktunartillögur fjárhagsáætlunar, sem sagt punkta frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þar þetta alveg 10 blaðsíðna og þar leggst fólk í góða vinnu. Þar meðal annars þeir að gagnrýna það að við séum að greiða ríkinu 850 milljónir fyrir innheimta fyrir okkar gjöld, eins og Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi kom inn á það. Sveitarfélög og byggðamál, með leyfi forseta. Hins vegar þá segja þeir þar: hins vegar engin framtíðarsýn fyrir málaflokkin lögð fram og engra aðgerða getu leiði eða sem að eiga til framtíðar. Leiði til framtíðar. Frábært. Framlög til sóknaráætlunar, það ekki þarna inni, sko. Hvað á að gera við almannasamgöngur? Það ekki þarna inni. Það má vel vera að þetta hefur þurft að vinnast hratt og það ekki hægt að hugsa fyrir öllu og þetta taki breytingum eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gísla kom inn á. En mér finnst einhvern veginn þannig að þegar við förum að ræða við ríkið, að þá þurfum við að hafa með okkur belti og axlabönd og eitthvað miklu meira vegna þess að við sitjum nánast alltaf, og það á nú náttúrulega væntanlega öll sveitarfélög, að því að sambandi semur nú flest fyrir okkur. Við sitjum alltaf, nánast alltaf, allavega, með svartapjötur. Við einhvern veginn horfum á það að ríkið setur reglurnar, ákveður hvað á að gera, býr til lýsingar og borgar okkur svo raun og veru verð sem gildi kannski fyrir 5 árum eða 3 árum. Það finnst mér ótrúlega dapurt og við verðum að þrýsta á okkar þingmenn og alla þingmenn að gæta þess að við séum ekki alltaf í þessu stríði. Að því við erum þeir sem erum að sinna þessari nærþjónustu og við erum, eins og hefur komið hér fram, erum að borga ótrúlegar upphæðir til þess til að standa okkur vel. Önnur sveitarfélög geta komið sér svolítið undan því. Þá erum við að tala til dæmis 28% af skatttekjum okkar í þessa félagsþjónustu og fleira sem við erum að veita. Og það, það frábært, við erum að gera það. En það sanngjarnt að við séum eitt af 3 sveitarfélögum sem gera það, eða 5 eða hvað það er? Þannig að mér finnst að, og ég tek undir það, þá að reyna að gera allt til þess að sameina sveitarfélög, hvort sem það gert í gegnum jöfnunarsjóð eða annars staðar. Það kemur fram í greinargerð sambandsins að varðandi menningu og listir, að ríkið styður best þessa starfsemi með auknum fjárframlögum til uppbyggingarsjóða á landsbyggðinni. Ríkið verður að gera það. Ár eftir ár hefur okkur vantað allavega einhverjar, ég þurfa að segja á 200 eða 300 milljónir á ári svo það væri gætt sanngirnis við höfuðborgarsvæðið. Skólamálin, ekki eru þau nú að fá forgang þarna. Það alveg ljóst að ef það á að reka framhaldsskóla, háskóla og við eigum að standa undir öllu því sem er lagt á okkur, að því það verður alveg örugglega ákveðið eitthvað á næstunni sem því meiri kostnað fyrir okkur og við fáum ekki rétt borgað. Það allavega, og ég líka velti fyrir mér, það svolítið í höndum ríkisins að jafna og tryggja það að það byggist upp það byggist upp svona einhver annar valkostur við höfuðborgarsvæðið. Og það hægt að gera hér, þar sem við höfum háskóla, 2 frábæra framhaldsskóla, við erum með gott skólakerfi, við erum með ótrúlega flott umhverfi og við erum með öflugt atvinnusvæði sem nær frá Fjallabyggð til Húsavíkur og jafnvel lengra
og það mun vera enn auðveldara að sækja bæði skóla og vinnu hér allt svæðið þegar þessi göng eru komin, sem ég alveg viss allir munu fagna. En það svo margt annað sem maður velti fyrir sér. Hugsanlega var þetta bara þannig að þeir hefðu þurft að flýta sér og þetta mun fá meiri yfirlegu og meiri og betri yfirsýn á næsta ári, vegna þess að þetta til 5 ára. Þetta fyrsta skipti sem þessi ríkisstjórn leggur þetta fram. Ég man ekki betur en að bæði háttvirtur fjármálaráðherra og fleiri þingmenn kjördæmisins ætluðu að vinna og tryggja ákveðna uppbyggingu hér innviða. Auðvitað var það fyrir kosningar og ég veit að þarna heiðarlegt og gott fólk sem ætlar að halda því áfram. Og það skiptir rosalega miklu máli að í svona áætlun þá sé verið að velta fyrir sér hvernig búum við til öfluga innviði hér, hvernig tryggjum við það að við getum tekið inn reglulegt millilandaflug, hvernig getum við bætt vegakerfi hérna, hvernig getum við tryggt að hér byggist upp öflugt samfélag fyrir utan höfuðborgarsvæðis. Og það svolítið í höndum okkar þingmanna og allra þingmanna og ráðherra. Það búið að koma inn á vel flest allt hérna, en ég segi það að ég alltaf áhyggjufullur þegar kemur að ríkinu. Maður þarf að passa sig að fyrirgefið segi þetta, passa sig að snúa ekki bakjunni í þetta lið. Það bara einhvern veginn þannig að það eitthvað sem virðist í lagi núna og svo það algjörlega komið út úr kortinu, jafnvel bara deginum eftir eða ekki mörgum mánuðum eftir. Þannig en ég held að við verðum að treysta á að okkar þingmenn og aðrir vinni því að tryggja að hér geti byggst upp enn öflugra samfélag og gæti þess að það skili sér fjármagn til framkvæmda og rekstrar hérna inn á svæðið og styðji vel við samfélagið. Það í höndum þeirra sem eru þarna á Alþingi. Takk fyrir. Fulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur ekki máli sín og biðja forseta að taka við stjórn fundarins. Þá það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Eins og komið fram í máli manna hérna þá fjármálaáætlun lögð fram á grundvelli nýlegra laga opinber fjármál. Hún byggir fjármálastefnu til 5 ára og til umfjöllunar núna þessa dagana á Alþingi. Fjármálastefnan felur í sér almenn markmið þróun opinberra fjármála, það að segja ríkis og sveitarfélaga. Þótt ríkisreksturinn sé mun umfangsmeiri það sameiginleg ábyrgð ríkis og sveitarfélaga að tryggja að ákvarðanir séu í samræmi við markmið hagstjórnarinnar. Einkum með fjárfestingar séu minni þegar þensla mikil og öfugt. Samstarf ríkisins við samband íslenskra sveitarfélaga á sviði opinberra fjármála einn lykilþáttur í því að tryggja aðhald á opinberum fjármálum á tímabilinu. Fyrir mitt leyti finnst mér mjög ánægjulegt að sjá þessa 5 ára áætlun, en eins og kom fram í máli Guðmundar Baldvins bæjarfulltrúa hér áðan mikilvægt að ríkið hafi sveitarfélögin í liði með sér. Í fjármálaáætluninni menntamál ekki komið nægilega til móts við háskólana auknar fjárveitingar að mínu mati. Háskólastigið hefur verið undirfjármagnað langa hríð og það áhyggjuefni. Í framhaldsskólunum gert ráð fyrir að fjárveitingar dragist saman ár frá ári, en rekstur þeirra hefur verið þungur að undanförnu og óskiljanlegt að draga frekar saman. Þrátt fyrir að því hafi verið haldið fram að stytting náms ætti ekki að leiða til minna fjármagns heldur ætti að nýta þá fjármuni sem sparast til eflingar framhaldsskólastigsins. Í fjármálaáætluninni nefnt að áætlunin sé að lögfesta notendastýrða persónulega aðstoð, eða svokallaða NPA þjónustu.
Hins vegar er ekkert sagt sem segir til fjármögnun lögfestingarinnar né hversu margir samningar verða. Ríki verður að koma með miklu sterkari hætti að fjármögnun þessara samninga enda gríðarlega dýrt úrræði að ræða. Umhverfismál er eina mikilvægum málaflokkum næstu áratuga. Skrifað var undir Parísarsamkomulag en helstu atriði þess eru aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu koldíoxíðs úr andrúmslofti, bókhald yfir losun og kolefnisbindingu, aðlögun að loftslagsbreytingum og stuðning við þróunarríki til að nýta græna tækni og bregðast við afleiðingum breytinga og fjármögnun aðgerða. Framlög til umhverfismála hækki kringum milljarð á árunum 2017 til 2018 en svo lækkaðu aftur á milli 2018 og 2019. Í áætluninni kemur fram að koma þurfa á samræmdu kerfi grænna skatta sem feli í sér eðlilegar álögur á mengandi starfsemi og skapa jafnframt hvata til samdráttar í losun og til annarra mótvægisaðgerða. Það kemur fram að útfærsla á því krefist góðs undirbúnings sem fyrsta skrefið er stigið með þessari fjármálaáætlun og felst það í hækkun kolefnisgjalds, er sagt. Hvaða grænu skatta er áætlunin að samræma og með hvaða hætti, spyr ég? Væri ekki hægt með tilliti til þess að skoða hvað sveitarfélög er að gera og með hvaða hætti er hægt að draga enn frekar úr losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu koldíoxíðs? Á Eyjafjarðarsvæðinu erum við með jarðgerðarstöðina Moltu sem tekur við lífrænum úrgangi. Með stýrðu niðurbroti minnkar moltugerðin útblástur niður í 1/5 af því sem losnar við urðun. Molta getur því árlega minnkað gróðurhúsalofttegundir allt að 15.000 tonn miðað við áætluð rekstrarafköst. Ríki getur haft gríðarleg áhrif því sannarlega eru lausnir eins og jarðgerð ekki ódýrar. Hvorki í framkvæmd né rekstri og ef fyrirtæki sem Molta lokast þá leggst öll losunin með fullum þunga aftur inn í kolefnisbókhald Íslands með öllum þeim kostnaði sem því fylgir. Er því ekki eðlilegt að fyrirtæki eins og Molta njóti umhverfishvata fyrir framlag sitt inn í stóru myndina? Í dag er kolefnisgjald aðeins lagt á fljótandi eldsneyti en mikilvægt er að koma svipuðu gjaldi á urðun á lífrænum úrgangi og væri þá hægt að nýta hluta því gjaldi sem stuðning við lausnir eins og Moltu. Það er því mitt mat að ríki ætti að styðja við baki á þeim sem leggja sig fram við umhverfisvænar lausnir. Forsendurnar sem gefnar í fjármálastefnu eða fjármálaáætluninni þróun fjármála A-hluta sveitarfélags næstu árin er að mínu mati óraunhæfar. Sveitarfélög hafa verið með hagræðingaaðgerðum sínum og hefur afkoma sveitarfélaganna batnað. En það er afar brýnt að styrkja tekjustofnana og þar með afkomu sveitarfélagana. Á sama tíma er nauðsynlegt að ríki rétti af þann viðvarandi halla sem hefur verið á verkefnum sem sveitarfélög hafa sinnt fyrir hönd ríkisins, svo sem eins og í málaflokki fatlaðs fólks og vegna heilbrigðis- og öldrunarmála og veiti auki fjármagn til verkefna vegna síaukinna þjónustukrafna. Í þessari ályktunum fjármálaáætlun er lítið sem gefur okkur sveitarfélögum vísbendingu hvernig að mæta réttmætum kröfu okkar fulla fjármögnun þessara verkefna. Og það á vonandi eftir að taka breytingum með áframhaldandi vinnu, en það hlýtur að vera krafa okkar að ríki tryggi fjármálaáætlun fulla fjármögnun á þeim verkefnum og þeim auknu kröfum sem komið hafa fram vegna verkefna sem sveitarfélög sinna og voru áður á hönd ríkisins. Ég ætla að segja þetta gott í bili. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Vígsæl möguleika máli sínum. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að taka undir það sem að hér hefur áður komið fram þá þætti sem að snúa hér af okkur sem sveitarfélagi og ríkinu sem þjónustu kaupa. Við erum ekkert alltaf að koma nógu vel út af þeim viðskiptum en engu að síður eru þessi verkefni í gangi og við viljum auðvitað gera þau áfram vel. Það sem að ég vil svona bæta inn í umræðina og hefur enda aðeins komið fram líka hjá fleiri bæjarfulltrúum á undan að þessi breyting sem að er á ríkisfjármálum með þessum nýju vinnubrögðum held ég að sé til framtíðar mjög til að stuðli bara betri vinnubrögðum og hins vegar held ég að það hefði mátt
vinna þessa innleiðingu með aðeins öðrum hætti. Það farið svolítið á stað, þekkingin á því hvernig hlutirnir eru gerðir í þessu nýja kerfi er ekki mikil inn í stofnunum, örugglega ekki neitt rosalega mikil hjá þingmönnum og örugglega ekki heldur neitt rosalega mikið inn í ráðuneytunum. Það er bara ákveðið að fara að stað og þetta er afurðin bæði í fyrra og svo aftur núna. Þetta leiðir kannski til þess að upplýsingar eru ekki alltaf réttar, það verður ákveðin misskilningur og þessi misskilningur hann er að koma upp og með honum verður kannski ekki eins mikið traust á þessu nýja ferli. Og ef ég leyfi mér aðeins að tala sem forstöðumaður í ríkisstofnun, þar sem að við vinnum í þessum umhverfi sem að hér ræðir, og það er alveg rétt eins og hefur komið áður fram að fjárframlög til framhaldsskóla, liðurum framhaldsskólar, hann fer lækkandi á næstu 5 árum. Þetta er algjörlega í andstöðu það sem var sagt fyrir ári síðan og að fundi síðastliðin haust með þáverandi menntamálaráðherra, með skólameisturum, fullyrði sá ráðherra að það sé bara búið að festa það hagræðingu sem að varð inn í framhaldsskólunum inni hjá skólunum í þessari 5 ára áætlun sem að er búið að búa til. Svo kemur núna áætlun 2017, ný ríkisstjórn, þar sem að eitthvað allt annað gerist og það er lækkun á framlögum fyrir nemenda og þetta þó þetta sé ekki beint á okkar okkar sviði framhaldsskólinn að þá er framhaldsskólinn engu að síður það eru 2 öflugir framhaldsskólar hér á Akureyri, Menntaskólinn á Akureyri og Verkmenntaskólinn á Akureyri. Nemendur eða ungt fólk á Akureyri hefur mjög gott aðgengi að námi og þetta eru stóri vinnustæðir. Þetta er ekkert síður mikilvægt atvinnumál en annað sem að hefur hér verið nefnt og það er sama á við alla velferðarþjónustuna að þetta eru atvinnumál líka og þess vegna er mjög mikilvægt að við höldum á lofti þessum málaflokkum hvort sem eru hjá okkur eins og velferðarmálin eru hjá okkur eða málefni eins og háskólinn, framhaldsskólinn og heilbrigðisþjónusta. Þetta er allt eitthvað sem kemur okkur við. En ég vildi aðalega koma þessu á framfæri að með þessum vinnubrögðum að það hefði mátt gefa sér lengri tíma í innleiðinguna þannig að fólk sé betur upplýst það út af hvað þetta gengur. Því að allavega á þessum tímapunkti er ákveðið vantraust, veit ég, út í þessi vinnubrögð hjá skólameisturum. Af því það er sagt við okkur, eftir áralanga erfiða tíma sá maður fyrir sér allavega árið 2021 að þetta væri nú komið í nokkuð gott form. Nei, á næstu 5 árum á að skera skólana niður rúmlega 600 milljónir. Það væri til dæmis sagt að bæta tækjakost skólana fyrir það fé. En að lokum að því að sameining sveitarfélaga barst hér í tal hjá bæjarfulltrúum áðar að þá tek ég undir það. Það er alveg komið tíma á það að það verður farið í þá vinnu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarfulltrúar, ég held ég geti tekið undir flesta liði sem hér hafa komið fram og ætla helst ekki að lengja umræðunni mikið með því að endurtaka þá hluti. Auðvitað kemur alltaf aðeins inn á þá. Nú var þetta sameiningu sveitarfélaga, það er búið að tala um það aðeins. En ég var á ágætu fyrirlestur upp í háskóla snemmi í síðasta mánuði þar sem búið að taka saman kosti og galla við sameiningar. Og eftir þann fyrirlestur
þá spyrjum við bara sjálfum, til hvers eru við að sameinast? Akkur við að reyna að leiða þessa samningaferli? Og það sem kom svona fram þar að þegar mann sameinast sveitarfélög þá engin fjárhagslegur ávinningur í því. Það þjónustu bæting sem kemur fram við minni sveitarfélög. Og það eiginlega stórfurðulegt að það skulle vera Akureyringar sem vilji sameinast en ekki minni sveitarfélögin kring. Því það hefur eiginlega þverju og áhrif þar. Yfirleitt þetta fer allir fjármunir í þjónustu bætingu sem sparnaðurinn og ef hinn sveitarfélögin vilja ekki þá spyrir maður sömurinn af hverju við þá reyna að þvinga þau til að borðinu. Ég hlynntur samningum svo það sé algjörlega hvað kom fram. Ég ekki búinn að lesa hvern einasta bókstaf þarna þessa þingsályktun. En enda þetta upp okkur 400 blaðsíður. Ég hef svona rennt hratt yfir það og hlusta töluvert á umræðuna. Það eitt sem ég sakna verulega mikið í umræðinu og skil ekki af hverju sveitarfélög eru ekki að öskra eins og ljón þegar það kemur að því máli. Það nefnilega þannig að það gríðarlega stór hluti í samfélaginu sem lifir frítt. Það lifir frítt inn í samfélaginu, en með börn í skólanum, börn í leikskólanum. Það móka göturna þeirra, það tekir slið. Þau borga ekki krónu eða taka þátt í því. Og þetta yfir best settasta fólkið og fjölskyldunar í bænum. Þessir hópar að stækka og að gera sveitarfélögum út landa allt mjög erfitt fyrir því að fjármunir ekki að vinna í sveitarfélögunum. Þeir sitja bara á gullinu. Þetta var kannski örlítið betra þegar kaupfélagin voru, þá var fjármunir að vinna í sveitarfélögunum. Og ég ætla nú ekki að fara að tala fyrir að stofna ný kaupfélög. Við verðum að fá okkar hlutgerð af fjármagnstekjuskatti. Og ég lýsi bara, ég ætla bara að fá að vera svolítið leiðilegur. Ég hef bara enga trú á því hvað sambandið sveitarfélagið að gera í þessu máli. Það liggur að segja sem bara óskiptum sem okkur úr því. Að við skulum ekki fá hlutdeild í því fjármagn sem verður til í bænum og arðgreiðslum líka. Af hverju fáum við ekki hlutdeild á arðgreiðslum? Við erum að hjálpa og aðstofa fyrirtæki að koma að stað hérna og þetta ekki alls saman fyrirtæki sem eru bara með fullt af starfsfólki sem borgar háa skatta. Þetta líka fyrirtæki sem að sofa til sín fjármagn, býr til fjármagn. Við fáum ekkert út af þeim. Það allt í ríkisins. Þarna þurfum að vera grimm. Við eigum að sjálfsögðu að sjá til þess að við fáum hlutdeild í þeim fjármagni sem við erum að búa til. Og því aðstöðu sem við erum að búa til líka. Það alveg mín skoðun. Og mér sveitarstjórnarmenn að vera allt og linir þegar kemur þessu. Ég sé enga hugmyndarfræðilega nálgun í þessu gögnum hvað þessu varðar. Að tala þetta vaska á ferðaþjónustuna. Ég get alveg tekið undir ýmsar svona efasemdir í því og ég sé bara hlynntur því að menn standi svona svolítið jafnir þegar það kemur að fyrirtækjarekstri, í hvað fyrirtæki sem þú ert í. Ég skil alveg þessar áhyggjur. Af hverju erum við þá ekki að fá hluta því til okkar? Við erum í uppbygginguna, við tökum við fólkinu. Ég sá ekki í þessu að vera alltaf að setja á gistináttagjald sem rennir inn óskert til sveitarfélagana. Það hefur getað verið ein leið. Og láta sveitarfélagum bara koma að því hvernig menn ætla að byggja þetta upp. Nei. Ég sá það ekki, það getur verið að standa þarna með eitthvað smáu letri eitthvað staðar. Ég velti í stundu fyrir mig þegar sveitarfélög eru að borga vask og við erum að tala að ríkið skuldi okkur hin og þessa upphæðir og þeir eru 100 milljóna. Svo fáum við arðgreiðslu á Norðurorku og greiðum virðisauka til ríkisins. Það nú svolítið gaman að sjá ef við ætlum bara að skuldajafna þetta. Og við greiðum bara mismunin. Og þá fara þeir bara í mál. Eins og hvert einasta fyrirtæki sem segir bara, það mjög algengt í svona rekstri þegar menn að skuldajafna hitt og hvert, menn bara skuldajafna svo sem áru greiðir innreikningin.
ég veit að það heyrist eitthvað í ríkinu, leyfið þeim að sækja það þá. Farið þeim í mál við okkur. Það ekki gengur okkur sérstaklega vel að fara í mál við þá. Fáum við bara ekki peningin. Nú, ég hef líka velt yfir mig við svona hugmyndarfræðilegar nálganir, ég veit ég er að tala um skatt og annað, það er alveg dapurlegt, en við verðum að vera svolítið vakandi þegar það kemur að hvernig sveitarfélög eru fjármagnuð, því við erum þeim sem veitum þjónustan, nærþjónustan og heilbrigði samfélagsins, það kemur oft í gegnum sveitarfélagastigið. Við veit ekki hvað við höfum heyrt í 10 ára að sé nú ekkert alveg sanngjarnt að skuli vera borgað sami skattur af launum til ríkisins á Raufarhöfn og í Reykjavík. Af hverju eru ekki búin að ekki tala einhverja nálgun í skattasóun eða skattaumhverfi? Að sé bara lægri skattur í jaðarbyggðum á Melrakkasléttu og jafnvel í Eyjafirði líka, þá er ég að tala þessi ríkisins, ekki þessi lægri skattprósta, heldur þessi herra hluta sem rennir inn í sveitarfélögin. Því þau þurfa að sjá nærsamfélagið, hinn ekki að gera það. Þarna finnst mér líka við ættum að koma og vera svo hamra alltaf á þessu. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en ég þreytist aldrei á að ræða þessa hluti. Þarna verða allir að taka þátt í samfélaginu. Við getum ekki gert það við hinn og leyfa öðrum að búa frítt í samfélaginu. Það verður allir að vera með. Bæjarfulltrúi Brevin Jón hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að efna loforð mitt að blóta ekki hérna í ræðustól í dag. En ég held ekki að það svo sem búið að segja langt flest af því sem að þarf að segja eða svona. Ég ætla ekkert mikið við þetta bæta. Bæjarfulltrúi Guðmundur fór ágætlega yfir svona það sem hann kallaði helstu punkta og svo hafa aðri bæjarfulltrúar bætt hérna við. Ég er alveg tekundi það af öllu hjarta að það er mikilvægt hlutverk okkar að þrýsta á málefni sem að tengjast okkur og okkar íbúum og auðvitað eigum við að senda inn umsagnir og þrýsta á umbætur og það er bara gott að við svona tökum þessu umræðu hérna og erum þá pössum það næst að senda inn umsagnir og hugsanlega koma að ferlinu og þrýsta líka á sambandi svo hérna hefur aðeins verið talað um. Það er eitt sem að glimtist, held ég, hlýtur að vera. En það er svo hræðilega staðreynd að fæðingarorlof verður ekki lengt. Og það held ég að sé mál sem að kemur okkur mikið við og þá ekki síst okkar íbúum og þá ekki síst í tengslu við umræðu sem við áttum nú hérna bara á síðasta fundi Davíðsstöðunarmál. Þannig að ég vildi svona bæta því bara inn í umræðuna og vekja athygli á því að þetta er mál sem að er mjög slæmt að ekki sé gert ráð fyrir í þessari fjármálaáætlun. Það er þannig að fæðingarorlofið það verður hækkað eitthvað, ég ætla að segja örlítið bara í skrefum og er bara langt frá því að vera nægilegt til þess að bæta upp fyrir og til þess að komast til þess að verða það tæki sem við viljum að sé sem að jafni aðstöðu foreldra inn á heimilum og úti á vinnumarkaðinum. Þannig að í raun og veru ætlaði nú ekkert að taka þetta neitt mikið lengri, ég vildi bara minna á þetta atriði að hafa það með þegar við ræðum helstu mál sem að tengjast þessari fjármálaáætlun og einmitt þetta að auðvitað eigum við að taka okkar hlutverk mjög alvarlega þegar kemur að því að svona, má segja berjast fyrir réttindum og framlögum til þeirra málaflokka sem að brenna á okkur og okkar íbúum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú reyndar ekki að koma upp en af því ég er svo hjartanlega sammála öllu sem hefur verið hérna. En ég gat ekki staðið smáti þegar Sóli kom inn á fæðingarólu. Því að ég er svo hjartanlega sammála, ég er bara verulega ágjur af þessu að þetta er ekki að leggja meira fjármagni í að lengja fæðingarólu. Við þurfum að finna heildstæða lausn fyrir allt þetta ferli og það bara ekki í dag. Og þess vegna erum við sveitarfélagið að lenda í ógöngu með það að hafa ekki pláss fyrir börnin á leikskólanum. Og mér finnst það bara ekki í lagi að sá tími sem á að vera skemmtilegastur í lífi foreldra sé oft orðið sá áhyggjumesti. Af því þú ert í limbói með það hvort þú komist út á vinnumarkaðan og réttum tíma, hvort þú haldir vinnunniðinni af því að þú færð ekki pláss fyrir barnið þitt í dagvistunni eða á leikskóla og þetta bara gengur ekki upp. Og við náttúrulega verðum líka að taka til í okkar ranni hér og við verðum að laga þetta og þannig að ríki og sveitarfélög verða að taka sér saman og finna heildstæða lausn á þessu máli og bara sem fyrst. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið um orðið. Fallega fara til. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Leyfa mér að segja það enn og aftur að ég ætla ekki að blóta. Ég ætla að segja, þetta er rosalega góð bæjarstöð sem við eigum. Ég er alveg samfærður um það. Og finna alltaf betur og betur þegar koma svona mál og við förum að ræða málina. Það er gaman að því að heyra sjónarmið við fólks og fólk hefur hversu sammála við erum í rauninni í flestum hlutum og þetta síðasta mál sem að bæjarfulltrúi Sóli kom inn og Eva bæjarfulltrúi gat ekki setið í stólnum, hún brann svo fyrir þetta, við erum öll sammála þessu, þetta er mikilvægt að þessum hlutum verði komið í betri farveg og þetta snertir okkur, þetta snertir ekki bara þetta snertir bara okkur öll að koma samfellu fyrir, eins og bæjarfulltrúi Eva kom svo vel orði, að þetta er á að vera besti tími lífs hjá fólki að takast á við barneign og þetta er mikilvægt að þessu sé komið í einhvern betri farveg heldur en það er í dag. Mér finnst að vísjónlega eru þeir að gera ráð fyrir því að hækka verulega viðmiðunarfjárhæðirnar og fara upp í 600.000 krónur í þessari fjármálaáætlun í áfengum og þá sé það komið svipað horfa að var árið 2009 en ég er ekki alveg viss að ég held að, það er kannski peningar ekki allt, ég held að tíminn skipti meira máli, það er mín skoðun en það er nú svona bara sjónarmið. En það verður góð umræða með þetta, það er komið fram hjá bæjarfulltrúi Gunna að þetta eru ekki fjárlögin, þetta er fjárlögin séu ekki það sama og fjármálaáætlun og það er alveg rétt en hins vegar þá er svona fjármálaáætlun eins og kom fram hjá fjárlaganefnd að þeir svona gerðu ráð fyrir því að fjárlögin 2018 væri kannski í þessari fjármálaáætlun en auðvitað náttúrulega er þetta ekkert heilagt plagg og menn munum væntanlega bæði vera að vinna þetta núna og svo þegar það kemur á fjárlögum að þá náttúrulega gerast einhverju hlutir og þess vegna er mjög mikilvægt fyrir okkur að halda áfram að ýta á þetta á okkar fólk og það er eins og hefur komið fram í máli fólks hérna að það er mikilvægt að við séum betur á verði og við séum viðbragðsnegri í þessum málum og það er eitthvað sem við þurfum að læra á komandi árum að bæjarstjórn sé tilbúin með slíka svona pakka til þess að setja við fjármálaáætlun vegna að þetta er ekkert nýjar tölur eða nýtt fyrir okkur, við erum í rauninni að horfa fram á sömu hlutina ár eftir ár og það er bara að setja það niður á blað og koma því á framfæri við yfirvöld eða í fjárlaganefnd í þessu tilfelli. Það er nú svolítið gaman að þessu þegar maður fer að skoða þessa greinargerð frá af því að menn tala hérna samvinnu sveitarfélaga og þetta er fjármálaáætlun hins opinbera að þá kemur fram í umsögn sambandsins sem að segja svo með leyfi forseta ekki verður heldur hjá því vikist að gera athugasemd við að aðkoma sveitarfélagana að gerð fjármálaáætlana hefur verið engin. Þar á meðal 5. kafla áætlunar en þar er fjallað fjármál sveitarfélaga. Ýmis talnaefni sveitarfélög svo sem B-hlutafyrirtæki þeirra hefur til dæmis ekki verið borið undir samráðsnefnd efnahagsmál þrátt fyrir eftir því hafi verið gengið. Og þetta er nú pínlítið svona eitthvað sem að ég held að menn verða að gera sig í brók ríkisveldið ef að menn ætla að halda þessu áfram og ég held að það sé mjög mikilvægt og menn megi ekki renna á rassin með þetta, ég held að það sé mjög mikilvægt í rauninni að halda þessari fjármálaáætlun að vinna áfram en það er eins og hefur komið fram í máli mínu og máli allra manna hér í bæjarstjórn að það má gera betur. Mér fannst ansi skemmtileg samlíking hjá bæjarfulltrúa Matthíasi þegar hann fór að líkja Akureyrarbæ við verktaka sem er að vinna fyrir ríkið og það er akkurat það sem við erum á mörgu leyti og það
mundi engin verktaka fyrirtæki halda áfram að berja hausnum svona við stein og fá ekki greitt rétt fyrir verkin sín, og það er eitthvað sem við þurfum að bara hreinlega að velta fyrir okkur. Það er eins og til dæmis oft hefur rætt innan vébanda sambandsins og menn hafa velt fyrir sig hvert hlutverk sambandsins og bæði Preben kom inn á það hvort við ættum bara yfirleitt að vera í einhverju sambandi sveitarfélaga og efaðast eða svona var að velta fyrir sig hlutverki þess, og það er akkur tannig að maður svona, já, ég finnst til að sko, já, ég held að sé mikilvægt ég held að sko, sé mikilvægt að vera í sambandinu, en ég held að sé líka jafn mikilvægt að við viti nákvæmlega hvert menn ætla að stefna með þetta. Og misti ég aðeins þráðinn þegar ég fór að tala bæjarfulltrúa Preben, mér varst að hvessa augunum á mig og ég held að vera að segja eitthvað vitleysu, en það er nú önnurlega. En svo er það nú líka þannig að það hefur komið fram, og þessi tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga er eilífðarmál, og þessi umræða sem kom fram hjá Preben varðandi fjármagnstekjuskatt, það er eitt af þessu sem er stóra málið. Aukinn virðisaukaskattur hefur náttúrulega létt rekstur ríkisins verulega á síðustu árum. Sveitarfélög eru ekki að fá hlutdeild í því og svo framvegis. Að vísu náttúrulega er sveitarfélög að fá 2,1% af heildar skatttekju ríkisins, þannig að aukning skatttekju hefur óbein áhrif á framlag til jöfnunarsjóðs, en það er einhver síðan þannig að það kemur ekki beint til okkar sveitarfélagana, þannig að það er eitthvað sem þarf að skoða. Og skattar og jaðarbyrðir, ég held að þetta sé hluti sem að einhver stjórnmálasamtök hafa verið að berast fyrir. Ég man ekki betur en að Framsóknarflokkurinn hafi líka rætt þetta fram, en þetta er eitthvað sem að ég skora á Preben af því að hann er nú með í flokki með inn í ríkisstjórninni, að þetta er hluti sem mér finnst að þurfi að ýta bara á ríkisstjórnina og yfirvöld, að það sé skoðaðir möguleikar á breytingu á skattkerfinu sem snýr að sköttum og jaðarbyrðum. En líka aðeins af því að Preben bæjarfulltrúi kom inn á það síðasta fundi, þá var hér ágætt kona, formaður velferðarráðs, Erla Björg, að tala um að hún öskraði eins og ljón, og Preben bara tilíkaði sig aftur í, hann sagði hér í ræðustöðu líka eftir að hann öskraði eins og ljón og kom aftur inn á það þannig að það er líka eitthvað sem við þurfum kannski að gera. Við þurfum bara stundum að láta í okkur heyra og öskra eins og ljón til þess að fá hlutunum breytt, og ég held að við þurfum bara sem bæjaryfirvöld á Akureyri að snúa svolítið bökur saman í þessari baráttu sem við höfum sannarlega gert. Þetta er núna að mínum að með fjármálaáætlun og fjárlögum og þessu breytta mynstri, þá er þetta verða meiri áhersla á það að við reynum að hafa áhrif á okkar fólk og með öðrum hættum en við gert til þessa. Og ég held að við þurfum svona aðeins að fókusa á hvað það er sem við vinnum, og við hefum gert það, en við þurfum bara að halda því áfram. Þannig verður þetta í framtíða. Við svona bætum okkar vinnubröðu þessu eins og öllu sem við höfum verið að gera á þessu kjörtímabili. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst hefur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er kannski full ástæða til þess fyrir okkur að fara að velta því fyrir okkur hvaða aðferðum við höfum verið að beita til að fylgja málum okkar eftir í samskipti við ríkið. Kannski erum við bara ekki að beita réttum aðferðum. Ég held að sé kannski vegna þess að miða við það hvernig okkur hefur tekist að vinna úr málum, þá held ég að við þurfum að endurskoða það allt hressilega. Og það er kannski eitthvað sem við ættum að taka upp og ræða. Ég ætlaði líka aðeins að imprófa því að það kom mjög skýrt frá hjá mér hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi í umræðum málefni leikskóla barna að ég tel að lenging fæðingarorlofs sé í raun alveg bráðnauðsynlegt mál, og ég horfi á þetta þannig að við erum á annan veginn að horfa á barnið og hinn veginn að horfa á hagsmuni foreldra. Ég vil horfa á hagsmuni barnsins, og þá eru fæðingarorlofið og lenging þess algjört grundvallaratriði. Og það skiptir okkur verulegu máli að fá þetta fram. Varðandi breytingu á skiptingu tekna milli ríkis og sveitarfélaga, þá er í þessu samkomulagi, þetta er aldrei merkilegt
að menn skuli hafa skrifað undir samkomulagi en gagnrýna svo samkomulagi raun í öðru skjali. En það er eitthvað sem ég næ ekkert upp í. En málið er það að þannig verið að ræða það, að reyna að skoða tekjustofna sveitarfélaga og menn ætla að reyna að finna leiði til þess að leiðrétta hallan ef hann er einhver, eins og þetta er orðað í sjálfu sér. Og það er bara hið besta mál. Og svo verð ég aðeins að koma hérna upp og ræða hérna það sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Preben sameiningu sveitarfélaga. Það er alveg hárrétt hjá þér, bæjarfulltrúa Preben, að við sameiningu sveitarfélaga þá er það yfirleitt þannig að þjónustan, hún vex. Hún vex að sjálfsögðu í fámennara sveitarfélagum. Hins vegar held ég og stend í þeirri trú að við erum að skoða sameiningu sveitarfélaga hér í Eyjafirði, innanverðum Eyjafirði að minnstakosti, þá erum við að tala það að þjónustan yrði ekkert ósvipuð því sem hún er í dag, vegna þess að við erum með samninga við þessi sveitarfélög nú þegar flesta þætti þessara þjónustu. Hins vegar er það þannig að við erum að fá í eða til Akureyrar kannski þyngstu tilvikin vegna þess að þessi sveitarfélög sinna kannski ekki að öllu leyti þeirri þjónustu sem þau ættu að vera að sinna og við sinnum bara hreinlega betur. Og þegar við að horfa á þetta, þá held ég ekki spurningu það að við erum þá bara að jafna stöðuna og bara sameinast. Fyrir svo utan það að ég er alveg sannfærður það vegna þessa að það er ákveðin samleið í þessu sem gefur okkur þá tækifæri til að gera bara enn betur. Við erum alltaf að leita fjármuni til þess. Og það er alveg ljóst að við getum náð heilmikilli samleið hérna í stjórnsýsluna. Hins vegar eru forvitnilega niðurstöður, með leyfi forseta, hér í könnun Eyfirðingi. Þar er meðal annars spurt hversu sammála og ósammála eftirfarandi fullyrðingu fleiri sameiningar sveitarfélög í Eyjafirði eru æskilegar. Þegar maður horfir á heildartölurnar, þá má kannski segja það miðað við það sem eru hlutlausir að það er bara töluverður vilji fyrir sameiningu. Hins vegar þegar þetta er greint niður á sveitarfélög, þá erum við að sjá það að Akureyringar almennt hlynntari og sérstaklega þeir sem búa sunnan ár. Og það sem vekur athygli mína hérna er það að útfirðingar eru bara töluvert hlynntir sameiningu. En íbúar í hreppunum eins og þetta er sagt hér eru frekast andvígir. En það sem vekur athygli mína þar er að þetta er ekki nema það bil 55% sem eru andvígir. Þetta er bara verulega lágt hlutfall miðað við niðurstöður kosningana síðast þegar þetta var borið upp. Og það segir mér að það er eitthvað að breytast. Það er að breytast viðhorf íbúa hérna á þessu svæði til þessara mála. Og ég held að við þurfum einmitt að horfa á þetta líka. En það sem við vorum að kalla eftir hérna rétt fyrir áramót var raun og veru bara að taka umræðuna. Við vorum ekki endilega að tala það að fara í sameiningu. Við vorum bara að tala að fara í umræðuna. Taka umræðuna, skoða málið og í kjöli og sjá svo til hvað kæmi út fyrir þeirrum skoðun. En því miður að þá voru þessar sveitarstjórnir hérna flestar ekki tilbúnar í það. En mér skilst að nú sé að hefjast allavega fyrstu viðræður við Dalvíkurbyggð og Svalbarðsstrandarhrepp. Og ég vona bara að þær viðræður skili einhverju. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Silja Dögg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúa. Ég segi eins og bæjarfulltrúi Eva, ég ætlaði nú ekki að koma hérna upp en ég gat ekki þaga lengur þegar umræðan byrjaði fæðingarorlof. Ég ætla að taka undir því sem komið fram hérna áður varðandi mikilvægt þess að finna einhverja samfellu og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að það sé tekin ákvörðun ef við myndum taka það ákvörðun eða tekin það ákvörðun að lengja fæðingarorlof þá þyrfti að hækka greiðslan leið eins og er rauninni búið ákveðið að gera. Til dæmis ef
fæðingarorlofið myndi lengjast að þá líklegra að bæjarfélagi gæti komið á mótsvið og byrja þá með ungbarnaleikskólan eins árs. Þannig að þá yrði ekki þessi óvissa hvenær kemst inn og minnka þessar áhyggjur sem foreldrar hafa. Og ég, varðandi það að það sé mikilvægt að lengja fæðingarorlof, ég ekki alveg sammála því. Mér finnst það í rauninni jafn mikilvægt út af því að annars vegar það lengja fæðingarorlof, það gott fyrir í rauninni bæði móður og barn og feður. En svo líka hækkunin, þetta náttúrulega jafnréttismál. Við sjáum það að eftir að þakið var lækkað, þá eru feður síður að taka fæðingarorlof út af því miður staðan þannig í dag að þeir eru hátt launaðir og þeir eru fyrirvænan í flestum eða mörgum tilvikum og þá bara hefur heimilið ekki efni á því að faðirinn fari í fæðingarorlof og þetta staðan og þetta bara staðreynd og ég myndi vilja bæði lengja og hækka og sem betur við erum að hækka og eins og ég segi það jafnréttismál og það bara gott getur þá bæði gefið pöbbunum tækifæri á að taka fæðingarorlof og líka skila sér betur út í vinnumarkaðinn út af þá líklegra að þeir taki fæðingarorlof og þá jafnara stöðuna þar vonandi og svo gat ég ekki setja á mig heldur varðandi bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það að hann var að hugsa hag barnsins og þess vegna vildi hann frekar lengja það ekki hægt að aðskilja líða foreldra og unga barns þú veist það bara morgunljóst að ef að fjölskyldunni eða bara foreldrunum líður illa og með áhyggjur og kvíða yfir bara vinnumarkaðnum eða hvort að barnið komist inn á leikskóla eða hvort það hreinlega efna á að kaupa sér kjúkling í matinn í staðinn fyrir pasta að þá skilar það sér til barnsins þannig að ef þeim líður illa að þá líklegra að börnunum líður illa þannig að við verðum að hugsa fjölskylduna í heild og hlúa að foreldrunum jafnt og börnunum. Þetta nefnilega svolítið svona eins og í flugvélunum að við þurfum að setja súrefnisgrímurnar á okkur fyrst og svo börnin. Þannig að, já, þetta var bara það sem ég vildi segja. Silja Dögg hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Ég gat bara heldur ekki setja á mér. Þegar það kemur að fæðingarorlofi. Enda faðir 3 barna. Og ég langar að koma inn á það sem faðir og það afskaplega skrítið að hugsa tilbaka að börnum mín nú ekkert mikið að hlusta á hvort þessa fundi en minnisstæðustu mánuði minna með börnunum mínum og þeir sem eru svona með kærastir voru þessi 3 mánuðir sem ég átti með einu barninu í fæðingarorlofi. Mér sárt að segja það en mér finnst afskaplega dapurt að hafa ekki fengið tækifæri að fá þess 3 mánuði með hinu börnunum líka. Ég hafði það bara ekki. Það var ekki að því að ég var á hærri launum heldur kona mín. Ég ætti að sjá launaseðlana okkar, þá myndi ég hætta að blaðra það. Ég held og vona það að launamunu kynjanna sé nú að jafnast. Og það nú þannig að á þess að ég fullir það, svona henda í beint fram að það vonandi koma ykkur rannsóknir sem geta sýnt að ég sé fara að sé þetta sé skána en ungir drengir, ungir karlar fóru oft fyrr á vinnumarkaðinn fóru á laun og voru búin að vinna kannski eitthvað, voru með eitthvað örlítil hærri laun ungar konur voru miklu meira í háskólanum og þessi launamunur fór verulega að leiðréttast fljótlega eftir barnsburð og konur fóru bara sannarlega að fara fram úr mönnum sem voru ekki minna menntaðir en höfðu reynt að vinna sig upp. Þetta að lagast en þannig var staðan oft á tíðum. Þeir voru bara öruggari með vinnuna þá.
Ég þeirra skoðunur að fæðingarorlof, lágmarks fæðingarorlof eigi að vera 18 mánuðir. Ég ætla bara að bjóða betur en þið, ungu konur. Ég held að 18 mánuðir sé bara algjörlega nauðsynlegt að hafa fæðingarorlof. Og ég sem segi sveitarstjórnarmaður, ég er algjörlega til í það að koma á móts við ríkið með að finna lausn á því. Og er mjög mikilvægt að ungi feður fái möguleika og tækifæri til að vera með börnunum sínu jafnt á við unga konur. Ef það er út á launum, ég er ekki alltaf viss um það. En ég ætla ekki að hafna því. Að launamunur kynjanna á að fara að leiðréttast og á hætt að vera 0 og ég skil ekki ennþá að það skuli ekki vera það. Og vona sannarlega að við getum hort í bjartari tíma með það að foreldrum sé bara báðum skikkað til að vera 9 mánuði með barninu. Ég hefði gjarna viljað það. Ég ætla ekki að fara inn á samning sveitarfélaga. Ég er svo sem alveg sammála Gunnar og sammála þeim sem hafa komið hérna fram. En mér finnst það mjög jákvætt að Dalvíkurbyggð og Svalbarðsstrandarhreppur munu vilja setjast niður og skoða kosti og galla þess. Við erum ekki vissum að menn komast að þeirri niðurst að menn eigi að sameinast. En það hefði sjálfan verið síðasta sveitarfélagi, það sem ég held að myndu sameinast ekki með það hafa verið Dalvík. Að maður verið til í þessu umræðu og þá sýnir hann líka hvað við erum komið langt. Við erum á réttri leið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Brynjar Jón Pétursson hefur ekki máli sínu. Næst tekur til máls örstutt Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef nú orðið alveg óskaplega gaman að því hvað bæjarfulltrúar Silju Dögg tekst alltaf að misskilja það sem ég segi. Ég er ekki að tala um það að annað sé betri en hitt, en ef ég þarf að velja á milli, þá legg ég áherslu á að lengja fæðingarorlofið. Af því að það kemur barninu betur vegna þess að ef það er gert og við grípum til aðgerða á móti sveitarfélögin, þá þarf barni ekki að vera fyrst í fæðingarorlofi, svo hjá dagforeldri eða einhvers staðar og síðan á leikskóla, sem ég tel ekki vera gott fyrir barn að þurfa að þvæla svona milli. Þannig ef þarf að velja á milli, þá vil ég horfa til lengingarinnar fyrst, síðan hækkunarinnar og það er eitthvað sem ég hef heldur ekki á móti, en mér finnst líka foreldrar þurfi aðeins að velta því fyrir sér hvað þýðir það að eiga og eignast barn. Ég tók sjálfur fæðingarorlof sínum tíma og lækkaði sjálfsögðu tekjum og við lækkuðum tekjurnar á heimilinu vegna þess að við eignuðumst barn, vegna þess að við ákvaðum það að annað okkar yrði í heilt ár en ekki 6 mánuði að hálfu laun. Þannig að þetta er líka spurningum hvernig við horfum málið. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, er svo ótrúlega skemmtilegt þegar bara við öll hérna, enginn getur á sér setið, það þýðir bara við erum á góðum fundi. Mér langaði bara aðeins að koma að því ég gat ekki á mig setið inn í umræðinu launamun kynjanna vegna þess að það er alveg mikilvægt hvernig við tölum þessi mál og það að einhver manneskja eins og til dæmis bæjarfulltrúi Preben sem er hugsanlega lægri laun en kona sín þýðir ekki að launamunur kynjanna sé bara eitthvað hvað sagði við ættum að hætta að blaðra það er bara, þú veist, það gengur ekkert upp að gera lítið úr þessu og síðan það að það er eitt hvernig gengur að afnema þennan launamun sem að heitir sömu laun fyrir sömu störf og fókusin hefur verið svolítið á að það sé þessi óútskýrði launamunur að hann sé afnumin en síðan er það þessi útskýrði launamunur sem er ekkert skárri og kemur akkurat inn í þessa umræðu fæðingarorlof þar að segja að það er bara kerfisbundið þannig
að þær stéttir sem oft tala sem kvennastéttir, það að segja þau störf sem að miklu meiri hluta yfirleitt eru unnin af konum, eru lægra launað heldur en þau störf sem að yfirleitt frekar eru unnin af körlum. Og þetta líka, og þetta launamunur sem skiptir gríðalegu máli þegar kemur að því fyrir hvert heimili fyrir sig að velja hvor tekur lengra fæðingarorlof eins og kerfið er núna. Og þó að það sé mikið til í því hjá bæjarfulltrúa Guðmundi að það snúist nú ekki allt peninga, en þá gerir það að pínu einmitt eins og bæjarfulltrúi Eva var að benda, og þetta er aldrei það sem einhvern veginn strögglið og þá skipta peningarnir máli, og þeir skipta máli og eru mjög stór hluti af ákvörðunum sem að teknar inn á heimilunum. Takk. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón ætlar að veita örstutt andsvar. Ég ætla bara að fá svara Sóli Björk bæjarfulltrúa. Þetta snýst ekki laun mín versus laun annarra. Þá er algjörlega ekki verið hlusta á nokkuð skapa hluta þess að ég var að segja. Ég var að segja það skiptir meira virði heldur launin, og það er ekki alltaf launin sem skiptir meira. Það getur verið hugafara okkar, hvernig við nálgast það, tækifæri manna, tækifæri ungra feðra til að fá líka leyfi til að fara í fæðingarorlof. Ég er ekki viss að það eru launin ein og sér sem stjórna ferðinni. Þá er þetta launin, ég hef ofta með hærri laun heldur en konum minn, og konum minn stundum með hærri laun, það er bara tækjur sem við fengið til að sækja þau. Það sé ég að tala og ég myndi gjarnan vilja sjá að það eru jafnt til lagt þegar verið að deila út tíma í fæðingarorlof og hafa það 9 mánuði. Og við þurfum stundum að fórna okkur. Ef maður halda þetta og tekst undir orð Gunnar Gísla bæjarfulltrúa að við nýttum okkur það færi líka að fara niður í 50%. Það var líka frábær tími. Það var smá slaki til að gera það, tímalega séð. Það var ekki auðvelt fjárhagslega. Það sé ég að tala. Ég vildi bara ekki að segja það að karlar séu alltaf með hærri laun heldur en konur. Það er bara rangt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Silja Dögg. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara aðeins að svara bæjarfulltrúa Gunnari. Ég var ekki að misskilja neitt, en mér langar að þakka fyrir þessa hrútskýringu. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú bara að koma upp til þess að lengja umræðan aðeins og þakka bara þessar skemmtilegu umræðu sem hafa verið hérna. Hér hafa komið alls konar mál í lokin, en við byrjum að taka ágæta umræðu fjármálaáætlunina sem leiddist út í barneignir og fæðingarorlof sem bara besta mál og reynslusögur. En einhvers síður þá skal ég sér langa með aðeins bara til þess að klikka á því það sem að bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, að þetta leiðir að hugana í hvernig við erum að takast á við ríkið og samskipti við ríkið og í okkar málum, og ég kom fram í máli mínu, ég leggja mikla áherslu á það að við notum og nýtum okkur þessa fjármálaáætlun í framtíðinni, að sveitarfélagið nýti þetta til þess í rauninni að vinna að þeim málum sem að snúað okkur og baráttu okkar við þessar sífelldi baráttu skiptingu tekna milli ríkis og sveitarfélaga. Svo vona ég að umræðan sé að fara að ljúka, vegna þess að það er alveg að koma að knattspyrnuleik kvenna Þórs K.A. gegn Breiðabliki sem ég langar til að sjá, þannig að ég treysti á menn fá ekki að koma í fjórða skipti upp hér til þess að möttum með einhver ansvör. Takk. Fulltrúi Guðmundur Baldvin að fara að reyna að hafa áhrif á stjórn fundarins. Þá er orðið laust. Þá segjum við þessari umræðu lokið og ég bið bæjarfulltrúa að gæta orða sinna þegar við erum í pontu.